Já, það satt að stemningin alltaf aðeins meiri baksviðs á svona viðburðum og við erum komin hérna með kallinn í brúnni, sjálfan Ara Matthíasson, þjóðleikhússtjóra. Til hamingju með daginn, Ari. Takk hérlega. Nú stórt ár að baki hjá Þjóðleikhúsinu, eitt af stærsta frá upphafi. Já, allir bara í skýjunum, þetta mest aðsókn í meira en 40 ár. Já, einmitt. Og nú sumarfrí framundan og það verið að setja saman næsta leikár eða kannski búið að því? Gríðarlega spennandi leikár, það eru til dæmis Shakespeare er ástfanginn, Atómstöðin, Kardimmomubærinn, þitt eigið leikrit 2 og Kópavogskrónika og svo geti ég haldið áfram lengi. Já, spennandi. Og að setja saman svona leikár, þetta hlýtur að vera gríðarlega erfitt verkefni, ég meina það hljóta að koma margir að þessu. Nei. Nei? Það bara einn maður sem sér það. Já, ok. Hver? Sæmi Gísla. Sæmi Gísla, Sæmundur Gíslason rafvirki. Hann búinn að setja saman leikár Þjóðleikhússins undan fyrir 12 ára. Hann alveg ótrúlega snöggur að því og algjör meistari. Já, ok. Hann hérna? Sæmi? Já. Sæmi minn, Sæmi. Já, sæll. Lítið á þér. Heyrðu, hann Ari var hérna að segja mér, ég vissi ekki að það þú sem setur saman leikár Þjóðleikhússins. Já, heyrðu, ertu búinn að kjafta því? Heyrðu, já, það alveg hárrétt hjá honum. Fyrst og fremst ég náttúrulega rafvirki og hef verið að taka að mér svona verkefni hérna fyrir Þjóðleikhúsið í rafvirkjun. En svo hef ég einmitt eins og hann segir, sett saman leikár Þjóðleikhússins, já, það alveg rétt. Og þetta náttúrulega stórt verkefni, þetta verður alltaf, svona leikár verður alltaf til á einum göngutúr. Já, fyndið að þú skuli segja göngutúr því að það var nefnilega akkurat þannig sem þetta atvikaði, sko. Bói, hvað að gerast þarna? 3 ræningjar að ræna gamalli konu sem sofandi. Þetta minnir mig nú bara á eitt, á Kardimmomubæinn. Já, ég set Kardimmomubæinn á dagskrá. Nei, þarna ilmur. Ég ætla að láta hana leika aðalhlutverkið í bókinni sem hún að lesa, Kópavogskrónikan. Ég eftir að brenna núna, allt mikið sól. Fyrirgefðu, sko, veistu það, ef þú fer nefnilega hérna til vinstri, þá getur þú bara lent í því að labba út í sjó og drukknað. Já, en ef þú fer hérna til hægri, þá færðu að setja upp þitt eigið leikrit 2 tíma ferðalag í Þjóðleikhúsinu. Já, hvort valið? Hægri? Já, það líst mér vel á. Takk fyrir. Já, verið góður. Sjáumst í haust. Hvað gera? Ruglaður? Rétt skýst inn og bara setja ykkur miða ógi á bílinn minn sinni. Kostar að leggja. Dóri DNA. Halldór Laxness var afi minn. Ég barnabarn. Svakalega hann líkur honum afa sínum. Ef þú kynnir á annan borð að lesa, þá gæti þú tekið upp bók sem heitir Atómstöðin. Það væri gaman að sjá hann gera eitthvað menningarlegt. Alveg sem þú, svín sem níðast á saklausum og fátækum og góðum borgurum þessa lands. Einmitt. Ég læt hann skrifa Atómstöðina upp á nýtt og setja það á svið. Já. Ég snillingur. Já, góðan daginn, Aron Móla með ykkur hérna á snappinu. Í dag ætla ég að útskýra fyrir ykkur hvað þið getið gert í dag. Sjá hann Aron Móla. Stendur með síman í höndunum eins og Hamlet hélt á hauskúpunni. Ég væri aldeilis til í að sjá hann leika. Sjálfan Hamlet jafnvel. Eða nei. Ég læt hann leika sjálfan Shakespeare. Shakespeare verður ástfanginn fer á dagskrá. Slakklæna, hvað er það? Það er að ganga á. Þá getur þú einfallega fundið þér. Balti. Þarna Balti. Tali símanni, gallaskirtu. Balti, hann verður að vera með. Og hann má gera nákvæmlega það sem hann vill. Hæ. Nei. Kannski seinna. Bless.
Já, það nú bara svona sem að leikári verður til. Og ef að mér dettur eitthvað í hug, þá bara setja ég það upp, sko. Er þetta bara svona? Já, þetta þarf ekki að vera flókið. Og veist, eins og bara það, sko. Ég var að sjá hana Selmu Björnsdóttir hérna, yndislegu leikstjóri. Ég var að hugsa að láta hana leikstýra bara Shakespeare ástfangin. Frábær hugmynd. Hvað myndi, hún góð í því, sko. Mjög gott. Það henni mjög gott. Hún var í þetta, þú ættir að nippa í hennar. Já, við segjum það gott hérna baksviðs og sendum boltan aftur yfir.